Ég bið ykkur velkomin til 39. fundar sveitarstjórnarráðsins Sytra. Oddvitinn Björk Grétarsdóttir boðaði forföll og ég hér í hennar stað. Legg til að tillögum að bætist við dagskrárliður 6 heilsu, íþrótta og tómstundunefnd, liður 16 og 17 samningakosningar. Það upp. Það samþykkt samhljóða og þá færast aðrir liðir til í samræmi og Margrét Harpa. Já, takk fyrir. Við viljum fá bóka hérna upp að fundar varðandi þetta. Það ítrekað verið að bæta málum við, málum sem að það ætti að vera hægt að vinna fundi betur. Þannig að við erum með hérna létta bókun, ef ég má lesa upp. Gjörðu svo vel. Já, fulltrúar álista finna að vinnubrögðum oddvita og sveitarstjóra við undirbúning funda. Mál koma seint inn á fundargátt og ítrekað gleymist að setja mál á dagskrá líkt og á þessum fundi. Það ekki boðlegt að fulltrúar sveitarstjórnar fá ekki tíma til að lesa fundargátt til að geta tekið upplýsta ákvörðun afgreiðslu mála. Og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi. Ok. Það kom inn, takk fyrir það. Og þá höldum við áfram og Ágúst ætlar að fá orðið. Ebbi. Oddviti, varaoddviti í þessu tilfelli, kæru félagar, segja frá aðeins störfum hjá sveitarfélaginu okkar. Reksturinn gengur bara ágætlega. Margt að gerast og gaman að sinna þeim ótalmörgu verkefnum sem í gangi eru. Það sem hefur gerst frá síðasta sveitarstjórnarfundi er auðvitað, hvað ég var að segja sér markverðast, það var auðvitað kosningar, bæði til Alþingis og síðan auðvitað sameiningakosningarnar sem við tókum þátt í. Og þannig að það var auðvitað, þó manni finnst vera langt síðan, þá er það nú samt það sem búið að gerast á síðasta fundi og ég tók eftir því ég var að skoða undirbúa mig fyrir þennan fund að þetta voru íbúafundir og alls konar þarna á þeim tíma sem auðvitað snertir þá rekstur sveitarfélagsins og var áberandi í starfinu. En það sem er mest áberandi þessa dagana er eins og alltaf á þessum ástíma, það er undirbúningur fjárhagsáætlunar, þar eru vinnufundir og verið að vinna í þeim málum og það gengur ágætlega. Og að vinna því, fólk samhent við að reyna að ná eins og miklu út úr vinnufundum og hægt og þannig að sé hægt að vinna þetta á réttum tíma allt saman og síðan eru verklega framkvæmdir. Við erum heppin með það að það er aftur batnað veðrið, maður hélt kannski að væri bara komin harður vetur, það byrjaði svona smá trukk daginn en það sýnist vera framkvæmda tími alveg áfram eitthvað. Og það gott því við þurfum á því að halda, leggja götur og ná sem mestu áður heldur en að frost þýtur í jörðu. Ég geti látið þetta bara duga. Það er allt á fullu, svo alltaf. Já, takk fyrir þetta Ágúst. Þá göngum við til dagskrár og það er liður 1, samgöngu- og fjarskiptanefnd, vísað til 10. fundur, vísað til umfjöllun og einstaklega liði en fundargerðir að öðru leyti kynningar. Liður 1.1, styrkvegir 2021, niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefnd. Lagt er til að framlög til styrkvega verði dreift samkvæmt framlagðri tillögu. Verkefnin verða Hólsárbakkavegur, Þjófafossvegur, Reynifellsvegur og lagfæring á brú. Fossvegur og Króksvegur Faxa. Nefndin áréttar að nýr vegur Byggsléttu, tenging milli Hekluvegar eystri og Krakateinsleiðar verði komið inn á skipulag við fyrsta tækifæri. Lagt er til að sveitarstjórn samþykki tillögu samgöngu- og fjarskiptanefndar þannig að framlög
til styrkvega ársins verði nýtt í verkefni við Hólsbakkaveg, Þjófarsveg, Reynifellsveg og Lagfæringabrú, Fossveg og Króksveg Faxa. Jafnframt verði stefnt að því að bæta nýjum vegi Byggsléttu tengingu milli Hekluvegar Eystri og Krakatilsleiðar inn á aðalskipulag fyrsta tækifæri. Orðið laust. Og þeir sem geta samþykkt, það samþykkt samhljóða. Liður 1.2 snjómokstur. Niðurstaða samgöngu- og fjarskiptanefndar. Nefndin leggur til að útboð verði skipt niður í allt að 3 svæði. Framkoma eftirlit þarf að vera skilvirkt. Lagt til að halda sérfund framkvæmd snjómoksturs þegar drög útboð gagna vera tilbúin. Tillaga sveitarstjórn staðfestir bókun samgöngu- og fjarskiptanefndar. Orðið laust. Steinborg, gjörðu svo vel. Já, ég ætla bara að gott innlegg hjá nefndinni að skipta þessu niður á 3 svæði því að þessi mokstur nú líklega hugsaður kannski grunninn að rýma sér inn fyrir skólana og svo koma náttúrulega flestir, alltaf sem eru börnin fara fyrst og síðan fólki til vinnu, þannig ég held að þetta sé mjög gott bæði að bara dreifa þessu að þetta muni verða, þjónustan muni verða betri og hún verði allavega þannig að það sé til dæmis mokað áður en að skólabílarnir fara það náist frekar að veita þessi þjónustu sem lagt upp með, þannig að ég finnst þetta gott innlegg í þessar samningagerð. Takk fyrir þetta. Ég mynd alveg sammála þegar skoðum með. Ég held að þetta er að bæta þjónustu við snjómokstur sveitarfélögum. Þeir sem geta samþykkt tillögu gefur ekki samþykkt samhljóða. Þá var að liður 2, byggðaráð, Rangárþings ytra, vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundi ekki nauðsynlegt staðfest. Liður 2.6, Kjarralda, úthlutun lóða. Niðurstaða byggðaráðs Rangárþings ytra. Lagt til að auglýsa lóðir við Kjarraldu 1-6 lausar til umsóknar. Það samþykkt samhljóða byggðaráði. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðaráðs. Orðið laust. Markþarfækjur svo vel. Takk. Bara fagna því að þetta sé gert í samræmi við úthlutunarreglur lóða, þær séu auglýstar og mér skilst að það eftirspurnin sé góð og það sé vöntun á lóðum, þannig að hlakka til að sjá hvað gerist þetta. Takk. Já, takk fyrir það. Það fleiri. Þeir sem geta samþykkt þessi tillögu gefa merki til að hann samþykkt samhljóða. Liður 2.7, gatnarhönnun Rangárbrú. Niðurstaða byggðaráðs Rangárþings ytra. Verkkönnun vegna framkvæmda við götur og lagnir í nýju hesthúskverfi á Rangárbrú voru send á 10 aðila á Suðurlandi. 2 tilboð bárust frá Þjóðbandi ehf. Og frá Nautási ehf. Tilboð Nautás var 42.278.200 krónur, þar af kostnaður Rangárþings ytra 30.212.282 krónur. Tilboð Þjóðbanda ehf. var 61.536.116 krónur, þar af kostnaður Rangárþings ytra 36.286.698 krónur. Kostnaðaráætlun hljóðaði upp á 65.564.650 krónur, þar af kostnaður Rangárþings ytra 42.029.187 krónur. Lagt til að ganga til samninga við Nautás ehf. Og sveitarstjóra falið að vinna málið áfram. Jafnframt ákveðið að undirbúa viðauka 6 við fjárhagsáætlun 2021 fyrir þann hluta framkvæmdanna sem fellur á yfirstandandi ár. Viðaukin verði fjármagnaður með tilfærslu á milli fjármagnsliða. Og það samþykkt samhljóða byggðaráði.
lagði fram samningu við Nautás EHF gatnagerð á Rangarbökkum, kostnaður Rangárþings ytra vegna samnings 30,2 milljónir, jafnframt lagður fram viðauki 6 við fjárhagsáætlun 2021. Viðaukinn felur í sér að bætt verði við fjárfestingu ársins liðnum gatnagerð á Rangarbökkum að upp að 32 milljón krónar. Viðaukinn verður fjármagnað með tilfærslu á milli fjárfestingaliða og flutt af óskiptum lið allir skólar. Viðaukinn hefur ekki áhrif á heildarniðurstöðu fjárhagsáætlunar 2021. Lagt til að sveitarfélögin samningi við Nautás EHF og viðauka 6 við fjárhagsáætlun 2021 og orðið laust. Ísbjörn, gjörðu svo vel. Já, það er bara eitt sem ég er að forvitnast sko, eru allir liðir inn í samningnum, það er ekki nein hætta á að það kom einhver aukaverk eða sem kostar svo mikið í tímavinnu, er þetta svona á að vera nokkurn veginn skothelt að þetta sé akkurat svona, þetta er bara forvitnisspurning. Já, bara oddviti. Það er reynt að tryggja það alveg eins og við mögulega getum og við notum svona samningsform sem er orðið nokkuð vel reynt hjá okkur og eins erum við auðvitað búin að vanda þetta eins og við mögulega getum. Þetta er frekar einfalt verkefni og afmarkað þannig að það á ekki að vera hætta á því að þetta breytist mikið. Þó veit maður aldrei með magntölur, það getur auðvitað alltaf breyst eitthvað, bæði til hækkunar og lækkunar. Þannig er það, en við höfum allavega lagt okkur öll fram að vanda þetta og undirbúa vel. Þannig að ég hef fulla trú á því að þetta sé já eins og best verður á kosið. Ég tel það. Já, bara aðeins í viðbót er einhver fastur samningur ef að sko per rúmmetra ef að verður meira magn er eitthvað það í samningnum að ef að magntölur breytast eitthvað að það sé bara þetta mikið per rúmmetra er eitthvað gert ráð fyrir því. Já, átti ekkert, þetta samningur liggur fyrir þannig að þetta kynna sér saman mjög vel og hann gengur út á annars vegar einingaverð og hins vegar magn. Einingaverðið er það sem er algjörlega á hreinu, það er það sem að menn buðu í og magnið er samkvæmt áætlun. Og við höfum reynt að áætla eins nákvæmlega eins og við mögulega getum. Þannig það er það sem út á það gengur þetta. Og síðan er bara að halda vel á spöðunum eins og greinir eins og greint er frá í þessu samningi þá eru bara fulltrúar verkkaup og verktaka og það eru verkfundir og það er á að fylgjast mjög vel með þessu frá á hverjum tíma og ekki, það verður ekki brugðið neitt út af þessu nema með samþykki sem sé verkkaupa og það er því tilfelli okkar. Þannig að það er alltaf hægt að taka upplýsta ákvörðun í hverju tilviki fyrir sig. En þetta eru mjög góðar ábendingar og þarfar því að verkefni eins og við vitum í gegnum tíðina hafa hjá örugglega okkur eins og bara öllum einhvern tímann farið fram úr því sem lagt var upp með í upphafi. Þannig að þessi hvatningarorð og brýning er mjög þörf og ég þakka fyrir hana. Já, þetta ég bara er einmitt að hugsa út frá því að við þurfum að fylgjast í raun og veru mjög vel með því sem verið er að gera þannig að skeiki sem minnstu því að það getur alltaf komið í kollinn á okkur ef ekki er fylgst vel með framkvæmdum. Það er bara gott að heyra þetta, ég vildi bara svona fá frekari staðfestingu og er bara ánægður með að skuli vera vel gengið frá. Já, takk fyrir þetta. Fá smá ábendingar. Já, þá er fleiri sem kveður sér ljós, þannig að ég
þetta upp, þeir sem geta samþykkt gjöfmerki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 2.11. Málefni hestamanna við Hesthúsagötu á Hellu. Niðurstaða byggðarráðs Rangárnes ytra. Lagðir fram minnispunktar frá fundi hesthúseigenda þar sem framkoma óskir 2 breytingar á útfærslu átaksverkefnisins. Lagt til að tekið verði tillit til þeirra óskars og svo breyting verði gerð á útfærslu verkefnisins að 2 eða fleiri hesthúseigendum í eldra hverfi verði heimilt að taka sig saman byggingu á einu sameiginlegu hesthúsi í hinu nýja hverfi. Jafnframt verði leyfilegt að nýta hús í eldra hverfi sem samið hefur verið fram til ársloka 2026 að því gefnu að lógaða leigusamningur sé þá enn í gildi. Og þetta var samþykkt í byggðarráði með 2 atkvæðum, einum satt hjá. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðið laust. Margrét, það að gera svo vel. Já, takk fyrir. Ég ætlaði bara að fá að forvitnast hvort að það lægi eitthvað nýtt fyrir varðandi lóðaleigusamninga. Hvort það væri eitthvað búið að kanna með hvort það þeir fengist framlengdir til svona stutts tíma. Hvort það væri einhver nýtt sem að lægi fyrir. Nei, það er raun, ég get bara svara því að það er ekki komin inn að nýjar upplýsingar þar Ekki á fleiri hverjus ljós, þeir sem geta samþykkt gjöfmerki. Samþykkt og móti. Það er samþykkt með 4 og 3 sitja hjá. Margt að gera svo. Já, ég ætlaði bara að fá að útskýra hjásetu við ætlum að fá að útskýra hjásetu með bókun. Gjör svo. Sendi hann á ágúst. Við má lesa hann upp. Gjör svo. Já. Bókun álista, fulltrúar álista styðja heilshugar að flutningur hesthúsahverfis sé gerður í sátt en sitja hjá þar sem málið er ekki nægilega vel undirbúið til að geta gefið vilyrði að hús séu nýtt til ársloka 2026 og undir þetta ritum við Margrét Harpa, Steindór og Yngvi. Takk fyrir þetta. Þá er það liður 3, 8 BS, 4. fundur ekki lögð fram til kynningar. Marta, fyrir svo. Já, takk. Mér langar kannski bara að vekja athygli þar sem að við bókuðum í stjórn 8 varðandi að það er að vera að endurskoða skólastefnun okkar og bara hvetja íbúa til að kynna sér þetta og koma með ábendingar. Það er alltof svona, maður saknar þess að heyri ekki hljóði í íbúum með þetta. Þannig að það er alveg spurning hvort við ættum eitthvað að brýna íbúa enn frekar með því að taka þetta út. Hvað ykkur finnst það? Kannski ágætt að fá smá umræðu með það. Setjum bara smá bókun undir. Sveitarstjórn. Er ykkur östuðli? Nei, við erum áfram dagskrá. Við erum hérna fyrir lið 3 og fundargerð 8 BS sem er lögð fram til kynningar. Komum við bókun, sveitarstjórn vill vekja athygli á að nú stendur yfir endurskoðun á skólastefnun 8 BS og hvetur sveitarstjórn íbúa til að kynna sér hana og koma á bendingum á framfæri. Og sem getur samþykkt þessum bókun, samþykkt samhljóða. Það liður 4, atvinnu og menningarmálnefnd, 20. fundur. Vísað er til umfjöllunar einstakar liði en fundargerð að öðru leyti staðfest. Liður 4.3, atvinnu og nýsköpunarstefna. Niðurstaða atvinnu og menningarmálnefnd. Nefndin leggur til að verkefnin tilraunaeldhús í Þykkvabæ, slagur sveitarfélagsins og kynning svæðisins og störf á staðsetningar verði unnin líkt og lagt upp með í stefnunni. Einnig er lagt til að fresta verkefninu
Hellutón fram á vor 2022 og gert ráð fyrir því í fjárhagsáætlun 2022. Áfram verður unnið með stefnuna á næsta fundi nefndarinnar. Lagt til að sveitarstjórn samþykki tillögu atvinnu- og menningarnefndar og að verkefnum tilraunaeldis í Tryggvabæ, slag- og sveitarfélagsins og kynning svæðisins og þörf á staðsetningar verði unnin líkt og lagt upp með í stefnunni, jafnframt að fresta verkefninu Hellutón fram á vor 2022 og vísa fjármögnun þess til gerðar fjárhagsáætlunar 2022 og orðið er laust. Sem geta samþykkt gefmerki. Það er samþykkt samhljóða. Og það er liður 5, skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Vísað til umfjöllunar einstaka liði en fundargerð öðru leyti staðfest. Ég lesi þetta bara eins og venja er í skipulagsnefnd og tekið merki ef eitthvað annars lítur á það sé samþykkt. Liður 5.1. Næfurholt landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhuguð heiti á lóðum. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 5.2. Múli landskipti. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við framlagða breytingu á afmörkun Múlalands. Númer 165.049 né fyrirhugað heiti á lóðinni. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 5.4. Breytt sé umsóknum byggingaráform og byggingarleyfi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að áform séu í samræmi við ákvæði kafla 2, 3 og 8 stakar framkvæmdir í aðalskipulagi sveitarfélagsins 2016-2028. Þar sem samþykki allra hagaðila liggur nú þegar fyrir, samþykki nefndin áformin og heimila byggingarfulltrúa að gefa út byggingarleyfi þegar öll tilskilin gögn hafa verið lögð fram. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 5.5. Landmannalögur mat á umhverfisáhrifum. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að greinilega sé brugðist við þeim áhrifum sem umrædd framkvæmd kunni að hafa á umhverfi sitt með þeim hætti að ekki verði veruleg neikvæð áhrif að ræða. Skipulagsnefnd telur að fullnægjandi grein sé gerð fyrir framkvæmdinni í framlagðri matsáætlun. Umhverfisáhrif hafa verið lágmörkuð með fullnægjandi mótvægisaðgerðum og vöktun. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 5.6. Nestún 17. Bygging bílskúrs út fyrir byggingarreit. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að áform verði grenndarkynnt í samræmi við grein 5.9.2 í skipulagsgerð númer 90/2013 og að allir lóðar hafa við Nestún verði kynnt áformin formlega. Frestur til athugasemda skal vera 4 vikur frá útgáfu bréfs. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og er það samþykkt samhljóða. Liður 5.7. Næfurholt deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnu athugasemdir og ábendingar og tillögur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum. Nefndin leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til endanlega afgreiðslu.
Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 5.9. Fjallaland breytingu til skipulagi. Niðurstaða skipulags umferðarnefnd Rangárþings ytra skipulagsnefnd leggur til að mænistefnan verði felld út úr skilmálum sökum stærða á lóðum og ríkjandi vindátt á svæðinu. Nefndin samþykkir tillöguna að öðru leyti og leggur til að hún verði send skipulagsstofnun til endanlega afgreiðslu. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar og samþykkir endurbætta tillögu landeigenda að deiliskipulagi fyrir Fjallaland dagsett 17.9.2021 til auglýsingar í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 áður en hún verður send til afgreiðslu hjá skipulagsstofnun. Það samþykkt samhljóða. Liður 5.10. Akstursvæði vélhjóla og svæði undir Litaboltavelli. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir. Nefndin telur að sveitarstjórn þurfi að setja skýrar reglur starfsemi svæðisins við gerð deiluskipulagsins. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og sendi skipulagsstofnun. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar. Gjörðu svo Ingvi. Já, það bara aðeins að tjá mig þetta og það sko ég held að ég finnst sjálfsagt að gera þetta því að einhvers staðar þarf að vera hægt að koma þessu fyrir það sem þetta kannski ekki of langt í burtu en alltaf á endanum verðum við að setja ákveðna reglur tímasetningu eða fara fram á að þær verði settar hvenar á að hætta og hvenar má byrja. Ég held reyndar sko að skógunum sem verður þarna í kring eigi að dempa svolítið mikið en þetta þarf að vera þannig að það sé ákveðin tímamörk á hvað hægt að vera lengi af. Fara upp á íbúa í nágrenninu. Takk. Já, takk fyrir þetta Ingvi. Þetta náttúrulega hefur allt sín svona mörk sko, en það náttúrulega líka flugvöllur og annað sem að kannski ýmislegt í umhverfinu þegar eitt og annað sem að svo sem líka ónæði af, en þetta verður allt tekið til athugunar þegar það verður farið í tilskipun á svæðinu. Góð ábending samt sem áður. Þess ekki það samþykkt gjöfmerki. Samþykkt samhljóða. Liður 5.11. Þjóðsæi breyting á landnotkun. Niðurstaða skipulags umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd hefur fjallað framkomnar athugasemdir og ábendingar í greinargerð segir þrátt fyrir að landskipulagsstefna miði eingöngu að uppbyggingu utan þéttbýlis vegna staðbundinnar atvinnu þá styrkir heilsársbúseta viðhald og rekstur veitukerfa sem halda þarf úti auk þess að vera að það eykur gæði byggðar vegna nálægðar við náttúru. Verið að byggja upp í nágrenni við núverandi vega og veitukerfi. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillagan verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 32. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og send skipulagsstofnun. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 5.12. Gaddstaðir breyting á landnotkun. Niðurstaða skipulags umferðarnefndar Rangárþings ytra.
Í ljósi athugasemdar frá Heilbrigðiseftirliti Suðurlands leggur skipulagsnefnd til við sveitarstjórn að vatnsveita Rangárþings ytra og Ásarhrepps meti stöðuna gagnvart vatnsvernd umrædds vatnsmál og veiti rökstudda umsögn tilhögun eða nauðsynlegar aðgerðir og telji hún þess þörf. Nefndin leggur til að afgreiðslu tillögunnar verði frestað þar til niðurstaða liggur fyrir. Nefndin telur að brugðist hafi verið við öðrum ábendingum og athugasemdum sem borist hafa. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og óskað eftir umsögn frá vatnsveitu Rangárþings ytra og Ásarhrepps varðandi vatnsvernd nærliggjandi vatnsbóls. Og það samþykkt samhljóða. Liður 5.13 Borgarbraut 4 óskum breytingu landnotkun niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að tillaga verði afgreidd samkvæmt 2. málsgrein 22. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og send Skipulagsstofnun. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 5.14 minni vellir afmörkun vatnsverndarsvæðis. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomu ábendingar og athugasemdir sem bárust í kynningu lýsingar og telur að tekið hafi verið tillit til þeirra við gerð tillögunnar. Nefndin samþykkir fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 5.15 Litli Klofið 2 breyting á landnotkun í aðalskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykki fyrirliggjandi tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 5.16 Bjalli 1 landnúmer 229/405 umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Í samræmi við 6. grein laga nr. 106/2000 hefur skipulagsnefnd Rangárþings ytra farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila áform að skógrækt á 44,4 hektara svæði á landi sínu. Niðurstaða nefndarinnar að umrædd áform séu ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif samanber viðmið í öðru viðauka laga nr. 106/2000. Því skulu framkvæmdin ekki hafa mat hjá umhverfisáhrifum. Skipulagsnefnd leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi að teknu tilliti til 5. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Nefndin leggur jafnframt til að gerð verði breyting á landnotkun í aðalskipulagi þar sem viðkomandi svæði verði breytt úr landbúnaðarsvæði í skógræktar- og landgræðslusvæði og fái merkinguna SL15 í greinargerð aðalskipulags. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 5.17 Árbæjarhellir 2 breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlaga tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga frá 123/2010. Lagt til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Liður 5.18 Lamballahellir breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur ekki forsvaranlegt að lóðir verði felldar út úr skipulagi og aðrir stækkaðar og byggingum var frekar aukið. Nefndin telur að ekki hafi verið viðhaft nægilegt samráð við sveitarfélagið við gerð núverandi
tillögu. Nefndin leggur því til að skipað verði fulltrúa frá sveitarfélögum til frekara samráðs tillöguna. Nefndin frestar erindinu. Og undir þessu bókun fulltrúa álista. Undirrituð finna því að formaður skipulags- og umferðarnefnd sitji fundinn undir umræðu þessa máls þar sem undirrituð telja að vera hagsmuna áðura á svæðinu. Undir það rita Margrét Harpa Guðsteinsdóttir og Ingvi Harðarsson. Hér tillaga afgreiðslu sveitarstjórnar. Sveitarstjórnar Langaþings. Steindór. Aðeins að fá að bæta við þarna bókun. Léttri. Hljóðar svo, þessi bókun fulltrúa álista, það undirritaður, tekur undir bókun fulltrúa álista skipulags- og umferðarnefnd að formaður nefndarinnar hefði átt að víkja fundi undir umræðumálsins þar sem hann einn úr hópi þeirra aðila sem reka blómlega ferðaþjónustu á svæðinu. Það skrifum þetta Steindór Tómasson. Takk fyrir það. Það Haraldur Björnsvæl. Formaður í nefndinni umræddur. Þá vil ég nú bara taka fram að ég vék af fundi undir þessum lið. Svo því sé haldið til skila. Takk fyrir. Takk fyrir það. Margrét Harpa Guðsteinsdóttir. Já, ég ætla ekki að gera mál úr þessu meir en orðið en þess má geta að formaður skipulags- og umferðarnefndar hann vék ekki að fundi fyrir hann að eiginlega honum var gert að gera það. Hann bauðst ekki til að fara að fundi fyrir umræður, hann satt undir umræðum. En að vísu vék hann þegar var búið að gera aðfinnslur við það og líka við að var óskað eftir því að hann myndi fara að fundi. Svo var hægt að ræða málið til hlítar. Takk. Þetta ég náttúrulega ekki staddur þannig að ég þetta. Tillaga bókun. Sveitarstjórnar Langaþings ytra hefur tekið til skoðunar tillögu að breytingu á deiliskipulagi fyrir Landmælahelli og fyrir liggja frekari skýringar sem óskað var eftir frá Umhverfisstofnun. Varðandi atriði sem snúa að því að fella út byggingarlóðir af núverandi skipulagi. Sveitarstjórn ítrekar fyrri bókun sína frá 38. fundi 9.9.2021 og telur að framkvæma tillögur á breytingum á deiliskipulagi séu flestar til bóta en getur ekki samþykkt að óbyggðar lóðir samkvæmt gildandi deiliskipulagi verði felldar út. Sveitarstjórn hafnar því deiliskipulagserindinu að sinni. Jafnframt sveitarstjóra falið, Jafnframt fulltrúum meiri og minnihluta í skipulags- og samgöngunefnd falið að leita eftir fundi með Umhverfisstofnun varðandi frekari skref í málinu. Þessu hljóðstyrkir samþykkt því merki. Það samþykkt samhljóða. Liður 5.19. Eirð, lóð úr landi Haga við Hýsfossvatn. Deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Langaþings ytra. Skipulagsnefnd frestar erindin þar sem lauslega gögn hafa ekki borist. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það samþykkt samhljóða. Liður 5.20. Fossólar 3 og 4. Deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Langaþings ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomnar athugasemdir og ábendingar. Nefndin telur að búið sé að bregðast við framkomnum athugasemdum og leggur til að tillagan verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Það samþykkt samhljóða. Lið 5.21. Hella atvinnusvæði sunnan Suðurlandsvegar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Langaþings ytra. Skipulagsnefnd hefur fjallað framkomnar athugasemdir og telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum. Nefndin leggur áherslu á að meginveitur eru fyrirhugaðar utan svæðis en ef svo að einhverjir muni
einhverjar muni lenda innan svæðis þá komi fram kvaðir slíkt á mæliblöðum samanber kafla 3.3 í greinargerð deiliskipulagsins. Þá komi það fram í aðalskipulagi og í meðfylgjandi tillögu að deiliskipulagi að starfsemi geti flætt á milli svæða, því sé ekki þörf á breytingu á afmörkun svæða í aðalskipulagi. Nefndin leggur til að verði send skipulagsstofnun til endanlega afgreiðslu. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Samhljóða. Liður 5.22 Fossabrekkur. Niðurstaða skipulagsumferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd hefur fjallað skilmála lýsingu og telur að öllum megin áherslum séu gerð góð skil. Skipulagsnefnd telur að fullnægjandi grein sé gerð fyrir framkvæmdinni á framlagðri greinargerð með tilkynningunni. Umhverfisáhrif hafa verið lágmörkuð með fullnægjandi mótvægisaðgerðum og vöktun. Skipulagsnefnd telur því að umrædd framkvæmd skuli ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulagsnefnd samþykkir lýsinguna og leggur til að hún verði kynnt í samræmi við 3. málsgrein 40. grein skipulagslaga nr. 123 frá 2010. Kynning standi yfir í 2 vikur frá auglýsingu. Lagt er til að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar og það samþykkt samhljóða. Og þá er það liður 6, heilsu, íþrótta og tómstundunefnd. Það er fundargerð 16 lögð fram til kynningar. Liður 7, samþykkti Rangárþings ytra endurskoðun. Tillaga breytingu á samþykktum seinni umræða. Lögð fram til seinni umræðu tillaga að breytinga veri gerðar á samþykktum með stjórn sveitarfélagsins Rangárþings ytra nr. 1275 frá 2014 með síðari breytingum nr. 197 frá 2016 og nr. 806 frá 2020. Eftir breytingarnar orðist 14. grein samþykktana svo. 14. grein fjarskiptabúnaður. Sveitarstjórnarmanni er heimilt að taka þátt með rafrænum hætti í fundum sveitarstjórnar og nefnda og ráða á vegum sveitarfélagsins. Þegar sveitarstjórnarmaður tekur þátt í fundi með rafrænum hætti skal hann vera staddur í sveitarfélaginu eða í erindagjörðum innan lands á vegum sveitarfélagsins. Að öðrum kosti skal varamaður boðaður á viðkomandi fund. Tryggja skal jafna möguleika allra fundamanna til þátttöku á fundi og í atkvæðagreiðslu, óskerta möguleika þeirra til að fylgjast með því sem fram fer og örugg samskipti milli fundamanna. Fulltrúar í nefndir sveitarfélagsins hafa sömu heimildir og sveitarstjórnarmenn samkvæmt 1. málsgrein framkvæmd fjarfunda. Að öðru leyti gildir auglýsingin leiðbeiningar ritu fundargerðar sveitarstjórnar samanber 2. málsgrein 19. greinar sveitarstjórnarlaga. Jafnframt verði gerð sú breyting á 8. grein samþykktanna að ný önnur málsgrein komi þar inn sem hljóði svo. Sveitarstjórnarfundi er heimilt að halda með rafrænum hætti þannig að hluti sveitarstjórnarmanna eða allir taki þátt með rafrænum hætti. Orðalaust. Og engin hversu hljóðs. Ég átti að lesa hann tillamborinu og samtidig samhljóða og sveitarstjórnar. Þessi ekki það samtidig gemerki. Tillamborinu og samtidig samhljóða og sveitarstjórnar fali að koma breytingum áfram til formlegrar birtingar. Liður 8. Samþykkt byggingar gjöld í Rangárþingi ytra 2021. Uppfærðar og endurskoðar samþykktir til staðfestingar.
lögð fram til að uppfærið endurskoðuð samþykkt byggingarleyfisgjöld í Rangárþingi ytra 2022. Já, gjör svo vel. Varaoddviti. Það er kannski bara að nefna helstu atriðin í þessu, þannig að þetta eru langt mál og margar blaðsíður og allt það, en auðvitað er þetta bara verið að uppfæra það sem fyrir var, en samt er rétt að taka fram að kannski megin breytingin er svo að það er verið að sortera svolítið hvað er hvar. Þetta var svona dálítið flókið hvernig þetta var sett fram og þess vegna er verið að í rauninni að í samþykktunum byggingargjöld verið að einskorða sig við þau. Þar var líka til dæmis inni ákvæðum stofngjald fráveitu sem ætti frekar heima með gjaldskrá fráveitu og hreinsun holræs, rótþróa sem við tökum fyrir á eftir. Þannig að það er svona verið að sortera þetta aðeins á rétta staði og síðan líka uppfæra þessar samþykktir hvað varðar prósentur og annað og það er auðvitað það sem er stóra málið, hitt er auðvitað bara svona tiltekt. Þannig að það er sem sé verið að leggja þarna til breytingu á einstökum gjöldum, bæði þá gatnagerðargjöldum og eins þjónustugjöldum skipulags- og byggingarfulltrúa og það er ekki stóra breytingar. Gatnagerðargjöldin eru þó færð á sama stað og hjá nágrönnum okkar. Þannig að við liggjum þá á sama stað og þeir. Við höfum verið nokkru lægri hér. Það hefur munað 1 til 1,5% eftir því hvað hús ræðir. Þannig að nú er það búið að samræma það. En auðvitað er þetta engu að síður mun lægra heldur en hjá það sem að þetta er hæst. Því þetta má vera 15% til dæmis, gatnagerðargjöld mega fara alveg upp í 15%. Og eru það í þessum sveitarfélögum þar sem mikið er að gera í að byggja götur og allt það. En hafa legið nokkur lægra hér og þetta víða land. Þetta er meira auðvitað bundið við þéttbýlið og höfuðborgarsvæðið þar sem þetta er hæst. En það er auðvitað að þetta sé með svipuðum hætti hér eða bara liggja á sama stað eins og hér hjá okkar næstu nágrönnum. Þannig að það er eitt og síðan er líka breyting þarna sem er rétt að nefna að það er verið að setja inn sérstakt ákvæði staðfestingargjald sem er óafturkræft. Það er að segja 5% af gatnagerðargjaldi þegar menn hafa fengið úthlutað lóð. Það er sem sé þarf að greiða það innan mánaðar og það er óafturkræft ef síðan lóðin er ekki nýtt og henni skilað. Þannig að það fer þá upp í þann kostnað sem að sveitarfélagið hefur af því að umstangi í kringum þetta. Og eins líka er þá bara, það er svona sterkari staðfesting á því að menn ætla að nýta lóðina. Það hefur kannski verið meiri, hvað ég má segja, það hefur verið gefið meiri slaki í því þegar að lítið var byggt, en þegar eftirspurnin er mikil eftir lóðum og þá er nauðsynlegt að geta haft mjög stífar og fylgt stífum reglum þetta. Og þetta þekkist hjá öðrum sveitarfélögum að gera þetta svona. Síðan vil ég nefna eitt í viðbótar sem er nýtt ákvæði sem við höfum ekki haft hjá okkur. Það er ákvæði byggingarétt. Það er að segja, við höfum þetta sama gatnagerðargjald í öllum götum, en hins vegar er með þessu þá verið að gera okkur heimilt að leggja á sérstakt álag eða byggingarétt á ákveðnu lóðum eða ákveðnu hverfum. Og þetta er eitthvað sem sveitarfélög hafa haft, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og í nágrenni höfuðborgarsvæðisins og er þá til að standa straum af einhverjum innviðakostnaði sem er meiri heldur en við erum kannski vön á okkar svæði.
Þetta er bara heimild og er hægt að taka það þá sérstaklega fyrir í sveitarstjórn og ákveða þegar áður heldur en lóðum er úthlutað. Þetta hérna verið að nýta alveg nákvæmlega sama texta og það er sams konar útfærslu eins og þess að þetta hefur verið stundað mjög lengi. Takk. Já, takk fyrir þetta Ágúst. Næsta yfirferð. Byrja þá bara lið 8 aftur, samþykktum byggingarlögsgjöld Rangárþings ytra 2021, uppfærð og endurskoða samþykktir til staðfestingar. Lögðu fram til að uppfærð og endurskoða samþykkt byggingarlögsgjöld í Rangárþings ytra. Orðið laust. Yngvi, gjörðu svo vel. Já, bara, ég náttúrulega þeirra skoðunar að við hef aðeins áhyggjur af þessu með þessi ekstra gjöld þarna, byggingarréttsgjöld og hérna við þurfum náttúrulega að reyna að halda gjöldum eins sem sagt kostnaði sem að þeir sem vilja byggja hjá okkur eins lágum eins og við bara komumst af með. Við megum náttúrulega ekki fara undirbalans út úr því en við þurfum að gæta þess á hverjum tíma að halda okkur sem sagt þannig að við séum ekki að fara of hátt upp og það fælir frá okkur nýja aðila. Þannig að það er bara þetta sem ég vildi ítreka er mín skoðun. Takk. Já, takk fyrir þetta. Þetta var fínasta athugasemd en þetta einmitt þess sem við erum að endurskoða gjaldskrána núna því að við vorum eiginlega ekki alveg með henni í lagi. Þetta þurfti aðeins að lyfta þessu upp. Svo hitt bara að við lendum í þennan aðstæðum að það er fyrir síður margfalt meiri kostnaður en allt annars staðar að gera götur og annað, þá höfum við þennan möguleika að setja aukagjaldi. Þetta er bara hugsað til að mæta þeim kostnaði sem þarf. En hárrétt. Takk fyrir þetta. Ekki fleiri hversu hljós og sem geta samþykkt gjöfumerki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 9. Gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun Rotvogi Rangárþings ytra 2021. Uppfærð og endurskoðuð gjaldskrá til staðfestingar. Lögð fram tillaga að uppfærð og endurskoðuð gjaldskrá fyrir fráveitu og hreinsun Rotvogi Rangárþings ytra. Orðið er laust. Ekki hversu hljós, þeir geta samþykkt gjöfumerki. Samþykkt samhljóða. Liður 10. Úthlutun lóða uppfærðar reglur. Uppfærðar og endurskoðaðar reglur úthlutun lóða í Rangárþings ytra til staðfestingar. Lögð fram tillaga að uppfærðum og endurskoðaðar reglum úthlutun lóða í Rangárþings ytra. Orðið er laust. Margrét Arna, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Þetta er bara fínasta mál að sé verið að fara yfir þessar reglur og endurnýja þær, endurskoða þær. Mér finnst samt það er þarna ákvæði í 9. grein að það sé hægt að, sem sagt, ég fyrirgefi ekki 9. grein, undanþága frá auglýsingu, 8. grein. Ég held samt að maður þurfi vera meðvitaður það að þetta svona með þessi sérstöku tilvik að það sé hægt að úthluta lóð án auglýsingar, að það sé hægt að veita vilyrði fyrir lóðum. Það er nauðsynlegt að hafa þetta inni en við þurfum að passa okkur samt á því að þetta fari ekki að verða einhver svona regla með það. Þetta sé svona, það liggur við að þyrfti einhvern veginn að útlista það nánar en þetta er ágætis fyrsta atriðina, við getum þá að skoða þetta bara að ári eða svo, hvort það sé ástæða til að breyta. Gott að hafa þetta vinnulag og svo náttúrulega bara kúnst að fara eftir þessu. Það hefur ekki alveg verið virt, þessar reglur sem voru til, það er ekki alveg, hefur ekki verið farið eftir þeim. Því miður, ekki nægilega og eftirfylgnin ekki nægilega góð
og ég vona bara að það sé ekki, því að það, sem sagt, sérstaklega það að hafa atvinnulóðir og sem og aðra lóðir sjáanlegar á kortasjónu okkar, við erum með þann möguleika á kortasjá sveitarfélagsins. Það skiptir bara rosalegu máli ef að fólk og fólk og fyrirtæki að spá í að setjast þarna að eða vera með uppbygging á svæðinu. Þannig að það þarf eftirfylgnin þarf að vera gríðarlega góð og ég efast ekki að það verði núna þegar búið að setja þessar fínu uppfærðu reglur. Takk. Það var ekki spurningi og ég held að við séum nú alltaf komast inn í hjólförum með þetta allt saman og þetta séu mjög réttri leið. Ingvi, gjörðu svo vel. Já, það er mjög gott og það náttúrulega sko með þessa undantekningarreglu þá þarf hún þarf að vera til staðar en það á líka að beita henni bara í undantekningum. Hún má ekki verða svona regla heldur eingöngu í bráðnauðsynlegum tilvikum. Og við þurfum að hafa einhverja ákveðnar forsendur sem við getum gefið okkur af hverju. En við þurfum, eins og ég hef margoft sagt á fundum að þá þurfum við að hafa nóg af lóðum, sérstaklega atvinnulóðum, sem víðast og þess vegna mjög gott að vera með þetta inn á kortasjónni og eins þurfum við náttúrulega sem betur fer náttúrulega að koma hérna ný rafmagnslína eða tenging á öflugri. Við þurfum að vera mjög vakandi yfir því að bæði yfir vatni og rafmagni að það sé til staðar upp á að geta laðað að okkur atvinnustarfsemi. Takk fyrir. Umræður. Steindór. Það er kannski bara að hnykkja á þessu sem við áttum við með 9. gömlu greininni sem held ég sé orðin önnur núna að það er sko þess að úthlutunin það er þessi grein, þess að undan þá frá auglýsingu að það sé alveg vel skilgreind, jafnvel þá eins og þegar að fyrirtæki eru með fráteknar lóðir sem kannski fer ekki vel að aðrir myndu fara í, kannski bara tökum tekjudæmi svona stór atvinnufyrirtæki hér. En svo má alltaf líka velta fyrir sig hvað að geta haft þar lengi á þess að til að mynda bara þá að greiða gatnagerðargjöld á það. Geti kannski ekki setið á lóðinni því að ef það eru greiddað þessi gjöld og annað þá er svo hægt að horfa í fingur sér með það því að kannski bara eðli mála samkvæmt þá er ekki hægt að hafa kannski þó að sé lóð fyrir hliðina, segjum bara Reykjagarður með eitthvað. Það kemur hvort sem ekkert annað þar, þannig gæti samt komið innanhúsnæði, eðlilegt að þeir kannski hafi lóðirnar, en það þurfa að vera alveg á tæru að þetta geti ekki orðið bara undan þá að sé af einhverjum völdum, en ekki bara svona rosalega opinn, eins og var. Það er bara alltaf nauðsynlegt að vera að uppfæra þetta einmitt í kannski takt við mögulega hnökra sem að koma þess að þegar að bara kerfið eða reglunar eru komnar í praxis. Takk. Þetta. Vera ekki fyrir sér ljós og þeir sem geta samþykkt gefur merki. Samhljóða. Það liður 11 erindi og fyrirspurnir frá á lista. Yfirleitt vegna atvinnulóða. Fyrirspurnir vegna lögboðins mats og vegna samstarfs langekru. Fyrirspurn varðandi úthlutun og stöðu atvinnulóða í Rangárþingi ytra frá 37. fundi sveitarstjórnar með viðbótum. Lagt fram ítarlegra yfirlit óbyggðar atvinnulóðir eftir landnúmerum. Margrét. Já, takk fyrir þetta. Það var mjög gleðilegt að sjá þetta svar koma inn á gáttuna einmitt 2 dögum fyrir fund. Það er dæmi það hvað mál berast okkur seint
það er svona svör og ýmislegt svona til undirbúnings berast seint. Mér sýndist á því þegar ég opnaði svarið að þetta hefði borist frá starfsmanni sveitarfélagsins að þetta hefði verið klárt 7. september. 7.9. er þetta dagsett sem svarið og ég skil ekki einmitt af hverju var ekki hægt að setja þetta bara fyrir inn á gáttina þannig að maður geti lesið þetta, setja í gags og svona velta þessu lengri tíma fyrir sér. Ég samt ítrekkaði og þegar við sendum inn erindi sjálf þá ítrekkaði ég og óskaði eftir þetta færi að koma inn og svona, ég myndi alveg á þetta. En þetta svona, já, þetta er meðal annars sem maður furðar sig á að þetta sé ekki bara hægt að nýta þetta skjalakerfi líkt og er gert til dæmis í skipulags- og umferðarnefnd. Þar eru fundir stofnaðir liggur við áður en að fundi lokið, þá er næsti fundur stofnaður og þarna er að tínast inn mál og gögn allan mánuðinn. Maður getur þess vegna kíkt þarna inn, lesið sér eitthvað, hvort sem að síðan málin eru tekin fyrir, svo er náttúrulega sortirað fyrir fund, þegar fundabóðið útbúið, þá eru kannski einhver mál sem að eiga bíða og fara aftar og þá eru þau bara tekin út. En þetta myndi auðvelda svo mikið ef maður getur verið að lesa þetta fyrr, svona ýmislegt sem að kannski einmitt, já, er til löngu áður en fundur er boðaður. Það þarf enginn að segja manni að af 22 eða 4 málum sem liggja fyrir fundi að þau séu öll að hrúast inn á sama deginu. Og þetta ánáttúrulega bör vera þannig opið og gegnsætt að maður bara sé upplýstur hvað er í gangi. Og við höfum líka lent í því að það hefur verið erindi sem að bárust í hugmyndagátt, þau bara hreinlega gleymdust. Það gleymdist að taka þau fyrir seint. Og það þarf einhvern veginn að reyna að bæta þetta og nota þetta skjalakerfi sem við erum að borga fyrir og erum að býður upp á svo margt gott. Þannig að, já, takk fyrir það. Annað sem ég langaði líka aðeins að, já, þegar maður skoðar þessi svör, þá kemur náttúrulega í ljós að það eru töluvert af lóðum sem eru ekki auglýstar, liggja ekki, sem sagt, þær eru á lausu, en þær eru ekki inn á kortasjónni. Og ég bara vona að þetta verði lagfært, því að þetta þarf að vera upp á borðum. Svo fólk, já, og fyrirtæki geti sjáu hvað er í boði hérna og við getum þá farið að auglýsa það markvisst til að koma þessum lóðum í vinnu fyrir okkur. Ég held að það sé bara komið í bili, takk. Takk fyrir þetta, Ágúst, gefa þér orðið. Já, varðandi, takk fyrir þessar brýningar allar. Bara alltaf skýr út svo það sé nú engin meðskilningur að sem sé að ræða fyrirspurnar sem er löngu búið að svara en eins og það var óskað eftir sem sé vantaði aðeins upp á að það væri svona nógu nákvæm svör þannig að í rauninni þessi dagsetning sem þú sér er bara frá upprunalega skjalinu sem var unni með en það var bætt inn fyrir þennan fundið að lagfært það sem vantaði inn í og þess vegna kemur þetta nú svona inn en ég vil nú samt minna á að samkvæmt samþykktu sveitarfélagsins okkar að þá erum við þetta bundin af því að skila inn sem sé með 2 daga fyrirvara þessu og við reynum nú að fylgja því alltaf. Ef þetta er tilbúið fyrir þá setjum við það inn. Það er nú bara þannig. En það er 2 daga fyrirvari sem við höfum. Þannig eru bara samþykkti sveitarfélagsins. Og ég vil líka rifja upp, bara svona án þess að ég vilji nú vera með einhverja mikla stæla. En það er líka gerð krafa það að fyrirspurnir og erindi sem að berast frá sveitarstjórnarfólki sem að óskar eftir að sé tekið fyrir á sveitarstjórnarfundi, það berist með 3 daga fyrirvara. Það segir í samþykktu sveitarfélagsins. Í þessi ár sem ég hef verið hér, þá held ég að það hefði bara eiginlega aldrei gerst. Þannig að ég skal taka til mín umvandanir að passa upp á alla tímasetningar og reyna að standa mig í því, en þá skuli þið gera það líka. Takk. Ég myndi það bara minna á það núna að við þá endilega tökum þetta til næstu endurskoðun, þetta verður ekki næstu sveitarstjórn. Að bara breyta þessum samþykktum, þetta er orðið svolítið gamaldags að þetta er allt orðið rafrænt meira og minna. Það skjöl getur bara borist okkur þegar að þau berast inn. Ég var að kíkja nú á skipulagsnefndarfund, ég bara hugsaði að er þetta sem fundur núna bálega, það kom fullt af erinda þar inn, jafnóðum.
af því það virðist vera bara aðeins þá, ég veit ekki, það kann að kerfið eitthvað. Ég skil ekki hvað þetta er betra að geyma þetta. Og ef þetta er svona, sem sagt, ég þetta alveg rétt í ágústi, þetta er 2 daga fyrirvari, en við verðum bara að breyta því. Þetta er bara ekki alltaf nógur fyrirvari með hvað þá þegar verið að taka inn mál á fund bara núna þegar fundurinn er og eitthvað gögn sem maður hefur ekki geta kynnt sér. Búið að jafnvel útbúa bókun sem maður bara lesin og ok, þetta lítur að sleppa. Málið fer í gegn. Kemur kannski að ljósa að það er bara ekki nógu vel gert. Þetta er kannski ekki akkurat rétti tími til þess að nefna dæmi um það. Ég get alveg gert það sko á bara ákveðin mál sem er ekki núna á dagskrá. Nema þið vilja það. Nei. Takk það bara fyrir mig. Rýningar allar saman. Þá held ég áfram bara hérna liður 11.2. Fyrirspurn lögboðið mat vegna fyrirhugaðrar byggingu nýs leikskóla og grunnskóla á 34. fundi sveitarstjórnar 12.5.2021 var sveitarstjóra falið að láta vinna lögboðið mat á áhrifum fyrirhugaðrar fjárfestingar nýs leik- og grunnskóla á fjárhag sveitarfélagsins til næstu ára. Hvar er þessi vinna stödd og hvenær er áætlað að fá niðurstöður úr mati? Svar sveitarstjóra: samið var við PricewaterhouseCoopers að framkvæma matið og gert ráð fyrir að því ljúki samhliða gerð fjárhagsáætlunar 2022-2025. Liður 11.3 Langekra samstarf á 17. fundi sveitarstjórnar 12.12.2019 var tillögu meirihluta að afhenda húsið Langekru til Oddafélagsins frestað til næsta sveitarstjórnarfundar. Voru liðin tæp 2 ár og hefur tillagan ekki enn verið afgreidd í sveitarstjórn. Hver er staða málsins? Og hér kemur svar sveitarstjóra. Nokkuð dróst á langinn að ríkið sem landeigandi geti gengið frá formlegum landskiptum þar sem skipta þurfti svokallað Oddatorfu upp þar að segja í Odda, Langekru og Sólvelli. Því er nú nýlega lokið og er einnig búið að stofna sérstakt landnúmer fyrir land undir íbúðarhúsið í Langekru. Því ætti ekkert að vera til fyrirstöðu að klára fyrrgreint mál fljótlega. Liður 12 Þróun skólasvæðis á Hellu, samningur forstéttareiningar. Lagður fram samningur við steypustöðina EHF framleiðslu, flutningu og uppsetningu á forstéttum einingum í fyrsta áfanga verkefnisins. Samningurinn hljóðar upp á 73.337.772 krónur með vask og rúmast innan fjárhagsáætlunar. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, takk. Bara kannski ef að sveitarstjóri myndi kannski aðeins reifa svona. Ég bað ítargögn og fékk þau þarna rétt fyrir fundið mitt, eða þarna eftir hádegið, varandi að sjá þau tilboð sem bárust. Það var víst leitað tilboði hjá 3 aðilum og ég veist ekki að þetta sé bara mjög gott og gilt sko. En kannski ef að sveitarstjóri kannski myndi fara aðeins yfir málið ef hann hefur þekking á því, eða hefur komið eitthvað að því. Takk. Takk fyrir það. Er orðið Ágúst? Já, það er ótrúlega mikið sjálfsagt að gera það. Þetta er mikilvægt mál og þarf að vera vel að því staðið og ég held að við séum að gera allt rétt. Það kom fram á líklega síðasta fundi til hverra var leitað og við samþykktum að gera þetta svona og við leituðum sem sé til þess að 3 aðila sem eru með þetta hér. Það er steypustöðin og Einingaverksmiðjan og BM Vallá og fengum tilboð frá þeim. Reyndar er bara hluta til hægt að bera þau saman en þó að stærstum hluta. Bara vegna þess að þessar verksmiðjur
sem sé taka ekki allt að sér sem að við viljum fá. Þannig að í grunninn voru tilboðin mjög lík, það sem hægt að bera saman, verð á einingum. Það munar mjög litlu. Við erum að tala innan við 1 milljón á tilboðunum. En þegar allt tekið með, það að segja einingarnar, flutningur á staðinn og það að reisa sem að við óskuðum eftir, að þá í rauninni einingaverksmiðjan ekki með, þess að hún tekur það bara ekki að sér, en aftur á móti BM Valla og steypustöðin. En það aðeins munur á tilboðum, það er sem sé, BM Valla uppfyllt ekki alveg það sem við vorum að biðja þykkt á milliveggjum, meðal annars sem við vildum hafa 20 cm, en þeir eru með 15 í sín tilboði út af hljóðunefnum, svo dæmis í tekið, þannig að það er aðeins svona, hvað ég má segja, það er aðeins munur í efninu líka, en það er ekki stórkostlegu munur á tilboðunum, en þegar allt tekið saman að þá uppfyllir steypustöðin best það sem við vorum að biðja og ég get sagt ykkur líka frá því að við svo núna í millitíðinni frá því að þetta var kynnt síðan hverja við ætlum að leita til, að þá höfum við skoðað þessar verksmiðjur og farið og kynnt okkur þetta mjög vel, skoðað þeirra framleiðslu og bæði haft með okkur hönnunarteymið okkar og okkar manni í framkvæmdum hér, eigna- og framkvæmdasviði sveitarfélagsins og samfæst það að þessir aðilar geta svo sannarlega afhent það sem við erum að biðja en best uppfyllir steypustöðin það. Og eins í varðandi það að komast inn á réttum tíma og geta afhent þetta eftir okkar vilja. Þannig að ég held að þetta sé mjög gott mál. Ágúst. Leita ekki hvort sér hljóðs þeir sem geta samþykkt gjöfumerki. Það er samþykkt samhljóða sem afar ánægjulegt að koma þessu verkefni á stað. Liður 13. Óskum yfirlýsingu vegna jarðakaupa. Pétur Guðmundsson, lögmaður fyrir hönd Kristins Guðnasonar, Helgu Fjólu Guðnadóttir og Fjólu Runusdóttir óskar eftir yfirlýsingu sveitarfélagsins í samræmi við 37. grein jarðalaga nr. 81/2004 vegna jarðakaupa. Eigendur og afkomendur þeirra hafa staðið fyrir búrekstri á jörðinni Skarði, Skarðseli og Króktúni árabil. Þeir hafa setið jarðirnar vel að því bestu vitað og sveitarfélagið mælir með því að þau fái land það keypt sem tilheyrir jörðunum áður en var afsalað til landgræðslunnar til uppgræðslu á sínum tíma. Sveitarstjóra falið að undirrita viðeigandi yfirlýsingu þess efnis og það laust. Þeir sem geta samþykkt gjöfumerki, það er samþykkt samhljóða. Liður 14. Aðalfundur Suðurlandsvegar 1-3 EHF fundarboð það lagt fram til kynningar. Takk að gera svo vel. Já, takk fyrir þetta. Eitt sem ég velti fyrir mér varðandi fundarboð, því sé að það er boðað samkvæmt samþykktum með viku fyrirvara og sem bara er besta mál. En það liggja engar tillögur eða gögn fyrir með þessum fundi, ekki að ég sjái það sem sveitarstjórn. Við eigum eitt stærsta hlutan í þessu félagi og í grein hlutafélög, í lögum hlutafélög, þá eiga, þá á að liggja fyrir endanlega tillögur og ársreikningar og skýrsla stjórnar og skýrsla endurskoðenda. Þetta á að liggja fyrir fund, þannig að maður geti kynnt sér að fulltrúar geti komið upplýstir á fund og haft þá jafnvel spurningar og athugasemdir ef einhverjir eru, en ég á nú ekki von á því. En svona til þess að geta mætt undirbúin á fund, þá þarf þetta að hafa eitthvað til að vinna úr. Og þetta er hlutafélag, ekki einkahlutafélag. Annað er ekki rétt skil hjá mér að öll sveitarstjórn getur mætt bara sem áheyrnarfulltrúar á þennan fund ef við kærum okkur svo, eða er það bara
sveitarstjóri sem fer með umboð félagsins, sveitarfélagsins á fundin. Sveitarstjóri hefur mætt á þessa fundi og farið með umboðið okkar eins og aðra aðalfundi bara. Og ársreikningar liggja fyrir og búin að liggja fyrir mjög lengi og hafa verið kynntir meðal að sérna í sveitarstjórn sko fyrir langa löngu. Þannig að þeir eru til. Og hægt að senda þá ef að menn vilja í pósti eða hvernig sem er. Þetta er hlut. Mega aðrir fulltrúar sveitarstjórnar bara mæta á fundin, er þetta ekki opinn aðalfundur? Eða hvernig? Sem áheyrnarfulltrúi, ég er ekki að tala með umboð, heldur bara meira ef mann langar bara að mæta til upplýsinga. Er það ekki rétt skilið hjá mér að það er í rauninni all sveitarstjórn sem má mæta á hann sem áheyrnarfulltrúar? Eða hvað? Ég skal bara viðurkenna, ég bara veit. Nei, ég gat ekki lesið það úr samþykktum. Ég hef ekki farið. Já, ég skal bara gera, já, ég skal bara aðtöða það. Já, þetta er bara forvitna því að þetta er... Ég er bara ekki hugmyndum. Einmitt, ég ætla þá bara, ég kanna það þá bara. Takk. Mjög gott. Þetta var til kynningar, já. Það er liðið 15, bara með sveitarfélög. Afsakið. Já, bara svona komast á og ég held að ættum að skoða það bara í framtíðinni. Ef við erum með svona aðilar á svona félagum eins og Suðurlandsvegi eða öðrum svipuðum, að kannski gera það bara að okkar reglu að það sé í samþykktunum að sveitarstjórnar fulltrúar geti setið sem áheyrnarfulltrúar þó þeir séu ekki með neinn völd í því eða sitja ekki í stjórn. Það kannski er bara hitt besta mál að skoða það í framtíðinni, þannig að það lendi ekki í því að við setjum og vitum ekki hvora löppina við höfum að standa því við vitum ekki um þetta. Takk fyrir þetta, Ingi. Þetta verður allt tekið til skoðunar. Þá fer ég lið 15. Barnvæn sveitarfélög, bréf frá UNICEF, minnisblað, það er lagt fram til kynningar. Hvað var undan? Steindór, gjörðu svo vel. Það kemur fram hérna, hvort við hefum kannski bara bókað þetta verði kynnt af því að okkur og það er alltaf sveitarstjórn þarf að vera sammála, annars þetta gert væri gaman að skoða. Þetta er bara svona svipað mál og heilsueflandi samfélag. Það er einhver box sem maður þarf að haka í og það verður kynning sem átti að vera 28. sem sagt á þessu barnvænu samfélag. Ég hrökk nú aðeins við, las þarna augnablik banvæn samfélag þannig fyrst þegar ég var að lesa þetta, en þetta er barnvæn. Og að sem sagt þetta verður komið með kynningu. Er það ekki rétt? Það er bara eftir að finna daginn. Það kemur fram sem sagt í gögnum. Og þetta er mjög áhugavert og gaman að gætum minnst að kosti skoða þetta. Þetta sjálfsagt kostar eitthvað. Takk. Bara svara því stuttlega að það var búið óskætt í kynningu en það bara hentaði ekki þeim sem ætlaði að kynna. Vonandi verður það fljótlega. Það var ekki okkur að kenna. Takk fyrir það. Þetta verður allt tekið til skoðunar. Liður 16, breyting á reglugerð 121.22.015 vegna reikningsskila sveitarfélaga, upplýsingar frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti. Það er lagt fram til kynningar og það er liður 17, sameiningakosningar 2021, minnisblað niðurstöðu kosninga og sameiningatillögu 27. september 2021 og það er lagt fram til kynningar og þá er dagskrá fundarins tæmd að lokni yfirferð
yfirlestur og samþykktar fundargerðar segi ég fundi slítið.